Sigur Óli Kristjánsson, þjálfari Þór Káa, sjónvarpsstjarna, ég sá þig í sjónvarpinu N4 ræða þá athygli eða það athyglisleysi sem að kvennaknattspyrna fær á Íslandi. Þór TV hefur nú aldrei sýnt ykkur athygli gegnum árin, sýnt alla leiki næstu því frá 2011. Já, við gleymdum ykkur alveg. Það var maður sem við gleymdum auðvitað. Þetta var gott viðtal og á góðan tíma held ég. Móli, ég ætla ekki að ræða þetta en ég mátti vera til með að koma þessu að. IBVF í deildin á morgun, hvernig leggst þetta í ykkur? Það er bara vel í okkur, við erum búin að vera núna taka held ég 3 í röð, þannig að við erum á gríðarlegri uppleið. En ég held að við höfum ekki verið með neitt rosalega góðar tölur á móti þeim í gegnum tíðina. Við erum ekkert að rifja það upp, Móli. Nei, ég sagði ekki alveg það. En allavega þær hafa heldur betur söguna með sig síðustu 5-6 ár og ég held að við séum ekki með nema 3 sjöfleiki. Þetta er eitthvað sem þarf að kippa í liði. Já, við breytum þessu núna. Á morgun verð ég aðal og Jói aðstoðar, þannig að það er breyting. Þannig að þá verður klifrað upp? Það verður klifrað upp. En þetta er náttúrulega líka svona hálfgerður undirbúningur fyrir laugardaginn því að þá er bikarleikur. Já, nú megum við ekki tala hann sko, það er bara morgun. Svo bara hringir í mig annað kvöld. Og áskulum snú okkur meira að leiknum. Hver er lykillinn að því að landa sigri gegn sterku liði í IBVF? Ég held að við verðum að spila mjög góða vörn. Á móti þeim það eru mjög góða sóknarlega. Það eru brothættar varnarlega. Þannig að við skorum á morgun. Það er alveg eins víst og austur er í austur. Og þú þannig þarf búin að kanna völlin og hefur verið að því núna, hann er í toppstandi. Völlurinn er mjög góður. Þannig að það verður ekki afsökun ef þetta gengur ekki allt upp? Nei, aldrei afsökun, aldrei. Þið eru klárar í slaginn? Við erum klár, já. Móli, gangi vel. Takk. Já, það er grín í gangi.